Komið sæl, kæru hlustur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 22. ágúst 2025 og Bitcoin í $112.224. Og hjá mér sestur Guðlaugur Steinar Gíslason, fjármálahagfræðingur og fjárfestingarstjóri Visku Digital Assets. Vertu velkomin, Guðlaugur. Takk alveg, takk fyrir að fá mig. Ég hef nú fylgst með ykkur hjá Visku alveg frá því að þið hófuð starfsemi í júlí 2022 og hef nú spjallað hérna við bæði Daða hjá okkur og hérna Kristján, og ég alltaf svolítið forvitin. Nú þú fjármálahagfræðingur, ekki alveg svona sanngjarnt að segja að þú sést með hennan svona tradfæ bakgrunn. Hvernig vegferðin þín? Hvað svona gerist hjá þér að þú ákveður að svona fara úr bara góðu giggi í tradfæ yfir í þetta stökk sem mörgum finnst svona mjög framsækið, áhættusamt, og ég tala nú kannski ekki í ljósi þess að 2022 þannig að tala alveg harðkjarna bjarnamarkað, þegar ef man rétt eitthvað þetta leyti var forsíða hjá viðskiptablaðinu þar sem Jón Danielsson hagfræðingur talar að rafmynti væri að syngja sitt síðast, eða bara svona ferði í gegnum þetta upp af endurlokunum einmitt. Hún var áhugaverð, við höfum afritað því blaði, en já, þetta áhugavert. Við minn bakgrunn svo nefnir í fjármálagernum og ég var nú svo lánsamur, ég kallaði lánsamt að hafa prófað að vinna í fjármálagernum í Íslandi aðeins fyrir hrun. Ég var hjá Exista 2006 og 2007 og fram til 2008 og fekk svona smá smjörþefina menningunni þar. Síðan vann ég nokkur ár hjá Brim sem í fjárstýringu þar og var þar þegar bankarunni sjálft gekk yfir. Síðan átti ég mörg ár hjá Arctica Finance, þar sem við Daði störfum saman nokkur skeið ásamt fleiri góða fólki. Og síðan það svona kannski bara svona fyrir og eftir COVID sem að við Daði förum að ræða þessum hennan heim. Og Daði örugglega farið yfir þessa sögu í þættunum hjá áður og þá var hann að starfa hjá Fossum mörkuðum og mikið að bara velta fyrir sér þú veist að vinna í fjármálafyrirtæki náttúrulega mjög takmarkað hvað mátt gera og mátt ekkert fjárfesta mikið hvað þá á Íslandi og leiðin inn í þennan rafmyntaheim kemur dálítið að því að það kannski bara fátt góða drætti sem að segja hvernig menn ávaxta sinn sparnað og sérstaklega út í heimi mögulega og því meira sem menn þessu skuldabréfum og annað því svona fara að renna upp á mönnum tvær grímur á þessum tíma voru $17 trilljardar skuldabréfum með neikvæða ávöxtunarkröfu. Þannig að fyrir hvern $100 sem þú keyptir þá varstu eiginlega garantít að fá 99 eða 98 eða minna tilbaka. Það nafnbyrði og ekki hugsa út í verðbólgu. Þannig að það var eitthvað bogið við þetta og við deildum þessu skoðum ágætlega. En svo bara eigum við mikið að góðum samtölum bara á kvöldin lengi þennan heim og bara þetta mögulega eitthvað sem að mun verða stór hluti af framtíðinni. Og í stuttu máli þá endar það þannig að við færist einhvern alltaf nær því en hvori að taka neitt svona karrierstökk í áttina þessu, en við veltum svona fyrir okkur hvort að einhver tíma munum við mögulega starfa við að annarkvæmt fjárfesta í þessum heimi og síðan bara raðast einhvern veginn örlegi þannig að það fær símtal frá Gunnlaugi Jónssoni sem með fintech klusterinn núna og vinna fínt starf þar og hann í rauninni leiðir saman hennar hóp sem að stendur að Visku Digital Assets og þar Kristján Ingi sem var lengi formaður rafmyntaráðs og hefur unnið mikið brautryðjandi starf á sviði rafmynta á Íslandi og var með mjög skemmtileg podcast og fleira á þeim tíma og Daniel Jónsson sem var lengi vel að vinna hjá Advania Data Centers og hefur mikla reynslu að Bitcoin mining og rekstri gagnavera og Jón Grönvold sem félagi þeirra sem búin að vera svona á þessari fjármála vegferð og menntaður í Cass Business School í London og hefur þar að viki unnið mikið með strákunum í rekstri og gagnaverum og þessu hinnu. Þannig að þessir hópar með leiti saman og verður úr þetta félag sem heitir Viska Digital Assets. Og þetta að gerast þarna í rauninni í árslok 2001
og síðan bara ákveða að kýla á þetta og verður úr þetta félag sem að stofnar sem fyrsta sjóð í júlí 2022 og núna í rauninni 3 ára núna í júlí. Þannig að það svona forsa. Já, þetta mjög áverð. Það svona eitt sem ég pæli í, það þú veist, þegar þú ert að tala svona hvernig þið eru að svona kynnast þessum heimi, pæla meira í þessum heimi og kannski eins og ég skilja að það var svona ákveðin hvata því að sökka sér dýpri en að heima þið byrja að finna fyrir því að það eitthvað bogið við núverandi kerfi, sko. Var þetta aðalega Bitcoin til að byrja með sem svona dregur þið inn í þennan heim eða var það bálkakeðjutæknin, kom Bitcoin fyrst eða svona var þetta allt í bland strax eins og hjá mér og mörgum þá var það Bitcoin fyrst og ég var mjög neikvæður gagnvart bálkakeðjutækninni í öðrum skilningi yfir í það að núna ég orðin mjög hrifinn af hvoru tveggja en sé þetta svona sem tvennt ólíkt. Hvernig var það? Var þetta svona aðalega Bitcoin fyrst eða hvernig var? Já, í rauninni. Það rauninni bara dálítið þessi klassiska leið, sko. Bara svona að hatta sér til eitthvað peningafyrirbæri eða eitthvað fyrirbæri sem að í rauninni algjörlega nýtt og hefur einhver megin lifa sjálfstæðu lífi nánast á nokkra breytinga frá stofnun hérna fyrir, bara rétt fyrir bankarinn. Þannig að það eiginlega bara ótrúleg saga í kringum bankarunni og það bara svona kannski þessi andstæð við kerfið sem við búum við. Maður alltaf bara ólst upp við það elst upp við það bara svona frá því að maður fór að mennta sig og læra bara að það varu svona margir furðulegir hlutir í gangi og svona ákveðin svona leikjafræði sem manni fannst náttúrulega vægasatt hálf furðuleg hvernig peningakerfi heimsins eru í rauninni að virka og því meira sem maður fara að skoða það og því meira sem maður fara að skoða heimsöguna þá sér maður alltaf þessa hringrás þar sem að einhver megin lönd fara fram úr sér og segja kannski bara hvatarnir eru kannski bara rángir út af því að ef við tökum til dæmis bara út frá pólitíkinni sko, sem bara rekstur á ríkinu sem að oftar en ekki fer fram úr sér og þegar ný ríkisstjórn nýr ráðherra taka við, veist, bara valið að fara í einhvers konar mikið niðurskurð bara út frá þeim formerkjum að fara að reka viðkomandi ríki eins og heilbrigt heimili með heimilisbókhald. Það í rauninni bara mjög fljótt að refsa pólitíkusum bara út af því að þú veist þá ertu bara að draga úr útgjöldum, draga úr sannleiðslu, fólk fær minna og fólk kýst því ekki næst og þá einhvern veginn alltaf svarið að bara halda þessu gangandi og Bandaríkin náttúrulega mjög áhugavert dæmi með það og hafa sennilega geta haldið þessari óráðsíu lengur en aðrir í krafti dollarans. Og bara einn punktur að kafa og djúpt í þetta að sko, hefur tekið saman frá fjármálahruni þar sem að bandaríska ríkið búin að greiða meira inn í hagkerfin heldur en að þau tekið inn í skatta þá sú upphæð núna að hlaupa 20 trilljara dollara sem sko 4 sinnum meira en það sem efnahagseiningu Seðlabanka Bandaríkjanna hefur aukst sko. Wow. Því að umræðan rosa mikið bara já, þetta bara peningaprentunin, hún bara Seðlabankarnir að kaupa endur og skuldabröfum og þeir bara að setja alltaf balasíti, þetta bara búið til lofti og það er rétt. En ríkisfjármálum eiginlega ekki minni pakki og sérstaklega þau fara að horfa það bara hvað þetta örvar hagkerfið og býrunni til jákvæðar bara hávöxt og þú veist, þetta hjálpar líka pólitíkusum að fá svo bara kosningu út af því að þeir segja bara hér bara fín hagvöxtur, hér hátt atvinnustig, allt í blóma en á meðan bara vera að þenja þetta út líka en Bandaríkin hafa sennilega geta gert það mjög lengur en önnur lönd bara út af því að þeir hafa verið með bandaríska dollaran og 70% sparnaði heimsins bundin í dollar og það bara þetta flæði peningmagns. Já, þetta í stuttumáli, Bitcoin var sannarlega það sem fyrst kveikti áhuga manns út af því að tæknilutin svona eitthvað sem að hefur svona smá saman í kjölfarið komið meira inn og hvað hann hefur mikil tækifæri bara að draga úr friksjón í fjármálakerfinu, sérstaklega mikið topic með stór topic varandi það og smá sem hann bara, þú veist, hefur komið hann á óvart hvað þessi tækni getur leyst mörg vandamál, þú veist, og hefur vaxið í áliti hjá manni á breiddinni, sko. Því að, þú veist, ég skil alveg sjónarmið þessa harðkjarna Bitcoin maxía, svo maður segja,
og fyrir mér algjörlega Bitcoin óumdeildur sigurvegari í að vera hörð eign, það að segja eign sem þú getur ekki þynnt endalaust út. Og mér bara fyrirmunað að skilja af hverju sumar af þessum myndum sem eru annarkvort forkar af Bitcoin eða reyna að keppa í þeirri deild eru ennþá með markaðsvirði upp á 11 milljarða dollara sko, en gott og vel, það allt í góðu. En síðan unni bara hvað við ætlum að gera með tæknina og þá skiptir greiðlega miklu máli að yfirvöld og lagaumhverfi styðji við það, eins og að gerast núna í Bandaríkjunum þessu ári og gerist að einhver leyti í Evrópu með míkalöggjöfinni og svo framvegis. Einmitt, og það kannski færi mig yfir á næsta punkt sko, að því að þetta það sem kannski hægt að segja alltaf krypto en enga síður, þetta mjög áhugaverð sko tímasetning og ég svona að setja mig ykkar spór sko, þið svona hefji þessa vegferð og sér í lok árs 2021 þegar við vorum á toppnum í bólamarkaðanum með einhvern veginn sagt að november þegar Powell hækkar stýrivexti sem maður getur svona pinpointa við hvenær við flippum úr bólamarkaði yfir í bjarnamarkaði, enga síður, það var mjög svona verðmiðin öll var hár, það var enn svona svolítið euphoric ástand yfir í svo að fara í mjög svæsin hérna bjarnamarkað 2022 þegar þið svo hefji starfsemi. Síðan þá hafa gerst hlutir sem ég getur þetta ekki tala fyrir því þess að langar með að spyrja þig sko, en veist, ég sko að sjálfsögðu misti aldrei trúna á þetta hérna ecosystem og ég hef alltaf verið með bara þar til ég var svona einhvern indoktrinetar í þetta og segja 2020 að öll þessi milestone sem við erum búin að vera að sjá á Wall Street og í Washington og víðar eins og nefnir að þetta væri allt eitthvað tímaspjónsmál en ég hefði samt aldrei þora að veðja að heimsmyndin sem við erum að sjá núna ágúst 2025 þar sem þú ert komið með þú leirt með hérna ránt með en sko mest successful ETF launch í sögu hérna Wall Street þessir Bitcoin ETF-ar og Ethereum ETF-ar verðast líka vera svakalegir, það bara lengi vel voru þeirra gjalda verið að vera bornið saman Bitcoin. Þú komið með, ég held að með segja kryptoforseta, kryptoríkistjórn, forseta sem mjög reglulega að segja að hann ætla að gera Bandaríkjanna Bitcoin superpower of the world og crypto capital of the world og ekki bara með orðin tóm heldur hann búin að vera að hvort þannig forseta tilskipanir eða reynilega lagafrumur sem eru orðin að lögum þannig að þetta búið að vera eitthvað svona svakalega atburðarás og ef þú hefðir sagt við mig segjum 2002 að þetta væri landslæði 2005 fyrir að fyrsta ég hefði haldið að væri sko allt og bjarsýn en í öðru lagi að ég myndi segja ef þetta verður sannlega landslæðið ég myndi halda að værum að horfa á $300,000 Bitcoin. Ég myndi halda að værum að tala svona, ég veit ekki, 10-15 trilljón dollara, 20 trilljón dollara crypto market cap og ég myndi halda að það væri hreinlega leitun að einhverju efasemda fólki ennþá sko. En það ekki staðan núna. Við erum með hvað, við vorum að detta undir 4 trilljón dollara market cap aftur en við erum að hanga þar. Það langt frá því að vera einhvers konar retail mania í krypto og ég meina fyrir grít eitthvað, ég var að segja að það komin undir 50 allavega coin market cap. Ég veit að þetta svona lot to unpack en þú veist, svona það sem ég að komast að þú veist, bara svona þú gæstu séð fyrir þessa atburðarás, ertu hissa við séum ekki komin lengra svona, þú veist, af því að þú veist, þegar sko þið að fara í lofti þá þetta myndi ég halda svona miles away eitthvað að sjá þetta allt gera svo þetta gerast, þetta komar á óvart að við séum ekki eitthvað komin lengra í, já, hvað ég segja adoption, stærð markaðarins og svo framvegis. Já, þetta eru góða spurningar, ég skal bara byrja því að fara yfir þegar við byrjuðum sjóðin, vorum að taka okkur fyrsta fund og í sjónum, þetta náttúrulega sjóður sem hugsað fyrir fagfjárfesta, þannig að við þurftum bara að hafa það bak við eyrað upp og það hvernig við erum að hitta. En þar þurftum við tólti bara fyrsta lagi að reyna að koma í fólki skilningum hvað Bitcoin og við þurftum bara að hugsa
bara hvað eru peningar, skilur, hvað er munurinn á gjaldmiðli og peningum og hvað peningur er góður sem store value, hvað gjaldmiðli er góður til að nota bara sem medium of payment og því að Bitcoin var náttúrulega að hugsa í rauninni upphaflega eins og whitepaperin segir sem einhvers konar greiðslukerfi en síðan svona í nútíðinni er þetta náttúrulega meira eins og þú þekki kannski store of value, þetta hefur kannski bara verið ákall á markanum að finna góðan store of value sem er meira portable en gull en býr yfir mörgum sömu eiginleikum. Síðan kemur inn þetta högg hérna bara eftir nokkra mánuði, FTX fellur og við erum komin hérna undir $20,000 og hvað inn á og við einhvern veginn bara náttúrulega erum bara náttúrulega mjög skelkaðir yfir því sem er að gerast. Við hérna höfum svo sem sagt eins og með alla nýja tækni, það kemur alltaf einhver sem að inn á markaðin sem vill bara græða hratt. Það er alltaf einhverjir sem að reyna að misnota tæknina. Þetta er bara sem interneti líka. Við fengum alla þessar hluti. En sem betur fyrir er líka hugsunarfólk sem að sé tækifæri í tækninni og nýjungum og alltaf nýta sér það til að gera heimi betri. Og við vorum samt samfæri að þegar FTX féll hérna í nóvember 2022 að nú kemur reglugerðar fargið ofan á þennan heim sem er náttúrulega í rauninni vantaði. En þetta er kannski ekki atburðurinn sem við vildum að myndi tryggera það. Þannig að við vorum náttúrulega bara dálítið að reyna að vera á jörðinni með það að allt adoption sem voru svona farnir að sjá fyrir okkur komandi ár myndi sennilega seinka eitthvað. Ég man við höfum sagt að þetta mun seinka bara núna 1-2 ár umfram það sem við heldum. Og það var náttúrulega mjög erfiður bit að kyngja en við vissum að það eru mikil ups and downs í þessum heimi og þetta er bara því mjög hluta því og það mun taka tíma að vinna þetta áspor. Byggt á þessu er náttúrulega eins og þú segir með ólíkindum hvað er búið að gera hérna síðan og það náttúrulega hefur verið falið vel yfir það í þessum þáttum eins og ég hef hlustað á og gert það vel og bara til þess að trappa á eða nefna eitthvað svona eitthvað körrandi, ég meina ETF-ið náttúrulega áttu svið í fyrra og voru settar náttúrulega bara met í fjölda daga að ná $70 milljörðum, ég held að það hefur 340 dagar eitthvað svoleiðis og eru bara líka núna alltaf með þess að BlackRock mest successful ETF-ar í eigu félagsins, eða í starfsemi félagsins og þetta er stærsta eignastýringarfélagi heimi og ég held að ETF-ar sem eru búin til séu hljóma eru upp á 5-6 þúsund í fjölda. Þannig að greiðlega vel heppnu vara og síðan núna það sem er svona að gerast á þessu ári er að það náttúrulega verið greiðlega stökk í rauninni fjölda skráðra fyrirtækja sem að byrja að fjárfesta í Bitcoin og feta í fótspor og strategi sem að hét áður MicroStrategy sem að Michael Saylor er að leiða og nú eru komin held ég að vera 170 fyrirtæki sem eru búin að kaupa hérna Bitcoin fyrir meira en ETF-arnir á þessu ári. Og bara ein áhugaverð staðrend varandi það er ef við tekum bara núna fyrir ársins, við tókum þetta saman núna í sumar, þá er fjöldi Bitcoina sem að ETF-ar og þessi fyrirtæki hafa keypt er meiri 4 sinnum öll Bitcoin sem voru búin til í kerfinu á sama tíma, sem er náttúrulega bara gigadýrt Og svo kemur hérna punktin sem þú spurðir hvort að við ættum ekki að vera hærri. Jú, ég staðarlegt að færa rauk fyrir því, en það sem er svona líka mjög mikilvægt að horfa á er að Bitcoin er að verða miklu meira mature eign. Það verða miklu meira í svona þroskari markaðurinn, sveiflurnar er að minnka sem er bara, maður vildi sjá með tíð og tíma og bara frábært með það að ef við tökum núna á þessum áratug hafa kannski komið 3 stóra leiðréttingar á hlutabréfamarkaðinum, sem bara Nasdaq. Það er 3 sem tekið svona 30% lækkun, eitthvað svoleiðis. Og í fyrstu 2 skiptin þá var Bitcoin að lækka bara, 60%, eða eitthvað, 50-60-70%, gríðlega lækkanir. Í sveiflunum í vor, í tollastríðinu sem að Trump ánum mestan heiðurinn að, þá lækkaði svo lækkaði dólar endilega mikið, ég er að reikna það núna í evrum, bara krónum, þá var Nasdaq vísitalan að lækka 30% allt í evrum og krónum. Bitcoin lækkaði sama, mikið, sem er ótrúlegt. Og það var nú heldur betur búið aðeins að vera að hækka núna í fyrra, þannig að og ára undan. Þannig að það finnst mér rosalega gott þroskamerki. En hins vegar er alltaf þannig að þegar líður inn á þennan Bitcoin halving cycle sem ég held svo sem að sé að áhrif þess að vera dvínandi, þá kom alltaf aðla sem að hafa virðist vera að skópla eitthvað upp á Bitcoinum í lágum gildum og þetta er bara oft í þeim stærðum að þeir þurfa bara að hreyfa sig þegar það er eftirspurn á markunum. Og við sáum þetta mjög ábyrgandi til dæmis í fyrra vor,
þar sem að við vorum búin að Bitcoin búin að hækka ágætlega og það mætti svo mikið frambóð þegar við vorum að ná hágildunum þar og vormánuðum og inn í rauninni þessa ETF kamanju sem átti stað þar og það svona í rauninni olli því að markaðurinn þurfti kannski aðeins að jafna sig og var svona bara að jafna sig í rauninni bara allt fram á haust þangað til að það byrjaði í softur í aðdraganda kosninga á Donald Trump og svo í kjölfarið á að hann fekk kjör sem forseti Bandaríkjanna og all plönin hann sem að ég held að hlustundur ætti nú að vera búin að þekkja. Þannig að já, þú veist, þetta bara við höfum alveg rætt þetta, í einhverjum heimi varum ekki til að sjá Bitcoin herra, en það er líka rosalega mikil styrkleikur í því hvað Bitcoin hefur sýnt mikla seglu í öllum þeim atburðum sem eru átt sér stað, tollastríðið, bara algjörlega röskun á alþjóðaviðskiptum sem við höfum ekki séð í mjög langan tíma og svo hafa alltaf verið bara stríðsátök það var alltaf einu sinni í Úkraínu svo var stríðið milli Ísrael og Íran og allt þetta, þannig að þetta er ísikomin aftur upp en ég held sko að við erum að koma inn á 4 ára Bitcoin cycle, tímabil á milli Bitcoin helmingarna, þannig að eru áhrifin alltaf að fara minkandi á þeim út af því að, marginal áhrifin af hverjum halving cycle verður náttúrulega minni, þannig að fundamentally eru áhrifin alltaf minni og sama tíma er Bitcoin og rafmyntir að einhvern veginn að blandast meira inn í hefðbundna fjármálakerfið og aðra markaði, þannig að ég er alveg samfæður við síðan smá saman svona að færast nær þeim mörkum á einhvern hátt, en samt svona bara á gáðan hátt út af því að Bitcoin er aldrei svona hefði sig sem hybrid gulli og hlutabröfum eða riskormarkuðum en hluta því held ég að sé líka bara sá að það er ennþá einhver hluti á markaðsaðalum sem er að eiga viðskipti með rafmyntir og Bitcoin sem er áhættusækið og er líka að eiga viðskipti með Nvidia og öll þessi tækni fyrirtæki, þannig að það veldur held ég smá svona samfylgni, en ég held bara með 10 tíma að muni Bitcoin bara halda áfram að festa sig í sessi, ég held að sveiflurnar verði minni og líka að menn skoða sveiflurnar og kafa aðeins lengra ofan í það eru til svona tölfræði hugtök sem að í rauninni ekki mæla bara sveiflur eða volatility, heldur líka í hvora áttina sveiflurnar eru og menn fara að kafa í þau fræði á þess að vera fara einhver tölfræði kúrs hérna, þá er í rauninni sveiflurnar að volatilityin meiri upp á við heldur en niður á við síðustu árin, sem er bara mjög gott að sjá, það er góða punktur að nefna gagvart þeir sem eru að skoða að koma inn heim sveiflugent, en við lækkuðum ekki meira næsta vísitala núna í vor og mest volatilityin er upp á við, þannig að sko svo koma menn alltaf inn á það umræðina, eru við að kaupa toppin, nei, ég held að það veit ekki hvað gerist en besta leiðin er í rauninni bara að horfa á þetta þannig að eins og við nálgumst þetta sko. Við trúum því bara að þetta sé eignaflokkur sem á eiga sess í eignasöfnum fjárfesta og til þess að rauninni tækla þetta vandamála að menn eru hræddir að kaupa eftir hverja hækkanir þá er náttúrulega bara langbest að reyna að dreifa þessu yfir ykkur tíma og hugsa bara já, ég er samfærður að þetta mörg prósent af mínu sparnaði á að vera í Bitcoin eða rafmyntum, hvernig það er og nú ætla ég bara að taka þetta skref og svo ætla ég bara að taka næsta skref hér svo það kemur ykkur stór leiðrétting, þá kannski ég teki meira skref, þannig að manni finnst þetta að vera svona heilbrigð nálgun á þetta mál. Nú langar mig að setja fókusinn á 3 myntir eða réttar að sagt kannski keðjur og ég er þá að hugsa Bitcoin, þú fórst ágætlega yfir koncept sem Bitcoin er sem hörðu eign og það er náttúrulega koncept sem hlustendur þekki orðið mjög vel sko en það sé kannski sérstaklega spenntur að sjá hvernig þú og þið hjá Visku eruð að horfa á Ethereum og Solana og þá er ég ekki síst að tala sko í auðvitað náttúrulega bara sem fjárfestingu, það er að segja ETH tokenið og Sol tokenið en kannski ekki síður bara fundamentalin, tæknina. Ég kann ekki við að sniðganga alveg Bitcoin, þannig að kannski förum aðeins yfir það sem svona stór og valjú, þá er ég til að við séum ekki endurtaka sem við vorum að fara yfir, mér langar svolítið að spyrja sko, eitt sem ég er að velta fyrir mér, þú komst inn áðan með, þú talar 17 trilljónir í skuldabréfum sem voru með
þegar hérna, þið voru að pæla í þessu með neikvæða ávöxtun. Nú hef ég verið að hlusta á menni svo til dæmis Jack Mallers og svona sem að ýja því að við erum mögulega með eignaflokk í heiminum, skuldabréf sem að geyma ykkur 100 triljóna dollara, fasteignir sem að geyma annað eins ef ekki meira og að fara rök fyrir því sko þessir eignaflokkar þeir virka ekki lengur. Þeir geyma ekki verðmæti yfir lengri tíma, segja þessir menn, þetta eru svona visslega hardcore Bitcoin maxar og nú þegar þú er búin að gefa þessum til dæmis 401k lífeyrissjóðum grænt ljós sem mér skilst að sitja á eitthvað á bylnu 9 til 12 triljónum dollara, gætu við verið að fara að sjá það sem þeir kalla sko demonetization á þessum klassísku stóru value instrumenti eins og skuldabrifum eins og fasteignum flæði yfir í Bitcoin, hvaða þýðingu myndi það hafa fyrir Bitcoin, getur verið að sjá $1 million Bitcoin eða veist, hvað hérna Já, ég meina ég sammála þessu vangaveltu varandi flæði peninga og bara til að vitna í eina glæru sem nú bara vera í okkar kynningu frá stofnun, þá höfum við teiknað upp svona þessu stóru sko verðbréf eignaflokka, höfum látið fasteignir mæta afgang út af því að það er svona líka oft bara heimili fólks og aðeins öðru þessi markaðir, en þar höfum við teiknað bara svona eins og þessa 4 eignaflokka sem við verum með þessari glæru, þessi skuldabréf sem hafa kannski verið 120 trilljara dollara, hlutabréfamarkaðurinn sem var þá 100 triljarar eru 130-40 í dag, global skuldabréf og svo það gull og svo það Bitcoin, það er rauninni rafmyntir og við höfum bara stillt þessu þannig upp að við höfum bara sett bara svona kúlur eða bara svona bublur á glæru og satt bara okkar skoðun er svo að fjárfestamuni með 10 tíma átt að sjá því að svona eignaflokkar eru svona í almenn umræðu kannski misgóðir að flytja kaupmátt á milli tímabila í umhverfi eins og við erum í núna og erum að fara okkar mati áfram dýpra inn í og eins og við rættum aðeins áðan og veist við höfum séð þetta í heimsögunni fyrir 100 ári síðan var breska stórveldi heimsins þeir voru með pundi sem var notað í viðskiptum allan heim þeir voru gríðarlega skuldsettir eftir fyrir heimsstyrjöldina voru með pundið á gullfæti tóku það af settu reyndar aftur á svo eftir stríðið á sama gengi þreyndist allt og há skráning á pundinu út af því að það var búið að safna tölvöldarskuldum í stríðsrekstur og í stuttu máli leiðréttingin á þessum ójöfnuði fór þannig í gegn að í rauninni raunvextir fór niður, vaxtastig var lækkað í rauninni bara nær og jafnvel undir verðbólgu eða allavega raunvextir lækkuðu það mikið að raunvirði skuldabréfa eignafjárfesta eða hverju sem áttu það þeir töpuðu 30-40% af höfuðstólnum sínum að raunvirði yfir áratugina í kjölfarið bara eftir báðar heimsstyrjaldarinnar þannig að þarna varð svona einhvers tilfærsla á virði, ekki verði heldur virði kaupmánta þessa eignaflokks og við hefum mjög mörg fleiri dæmi í sögunni að kafa mikið í það þannig ég held að sko þetta er pínulítið svona yfirgripsmikið samspil margra þátta meðal annars kemur inn á í rauninu órasíðuna í ríkisfjármálum víða heim og Bandaríkin kannski eitt frægasta dæmið þar sem við sjáum sko í rauninni þessi ójöfnuður að koma út aðeins með lækkun dollarans núna og ég held bara fjárfestar í heiminum, talandi skuldabréf séu aðeins farin að klóra sér í hausnum gagnvart Bandaríkjunum þegar sko Trump er farin að kalla annarkvort land í heiminum svindlara út af því að Bandaríkin eru að flytja meira vörum frá viðkomandi landi, hvað sem það er Kína eða eitthvað annað en Bandaríkin eru að flytja út og ég ekki hissa því að fjárfestar í heiminum séu rauninni bara að þess að klóra sér haustum svo er við tilbúinir að binda 70% af sparnaði okkar þjóða í dollar skilurum en vandamálið eins og það að það er engin obvious annar möguleiki en það er það samt en það tekur bara tíma fyrir held ég sko svona þjóðir að fara eitthvað með að hóra Bitcoin en það er alveg byrjað en við sjáum alltaf með skriðlega mikla fjárfestingu í gulli og þannig að já ég held að sko frá því að við byrjum að ræða þessi mál og þetta flæði milli eignaflokka þá hafa skuldabréfamarkaðir í rauninni þá er ég að tala nafn skuldabréf ekki verðtryggð og ég er að tala erlend fyrst og fremst og Íslandi er staðan betri og önnur en tökum til dæmis bara bandarísk skuldabréf og tökum bara skuldabréfasjóðinn TLT til dæmis sem er með líftíma 20 ár. Hann er búinn að sko að lækka að nafnvirði frá
því að við byrjum að ræða þessi mál í okkar fyrstu kynningum fyrir 3 árum og þú getur þá rétt ímyndaði hvað bara að gera raunvirði. Hinar reiknirnar og glærun okkar, hlutabréf, gull, rafmyntir hafa allar hækkað og eiginlega bara rafmyntir mest, gull eiginlega nummer 2, það búið að sína gríðlega seglu núna fyrir því hvað svo tímabil og mælir en svona virkilega sýnt sitt rétta andlit og menn má ekki að spyrja sig af hverju eru þessar eignir að hækka, þú veist, það eru margir þettir en út að ég var að tala eins og raunvexti á þann sem að þú gætir sagt að, þú veist, raunvexti hvað vexti fæ ég þegar búið að draga niður verðbólgu frá vaxtunum. Það er eini sko rétti fórna kostnaður peninga í hagkerfinu eða í mynd eða hvernig sem horfur það út af því að sko því hærri sem raunvextinir eru þannig að segjum á Íslandi eru raunvextinir bara yfir 3% og það er bara, veist, við getum keypt hérna verðtryggð skuldabréf og eða sett inn á verðtryggninga eða hvað eina og fengir bara jákvæða raunvöxtun, eiginlega garantít. Þá viltu ekkert fara að setja endalega mikið af peningum í eignir sem að borga enga vexti, skilurðu. En nú eru til dæmis í Bandaríkjunum það er til skuldabréf sem heita TIP sem eru hérna verðtryggð skuldabréf, þeir eru náttúrulega miklu minni heldur en öll ríkisskuldabréf sem eru gefin út sem eru nafnvextabréf. Ef að raunvextir fara núna að lækka sem þeir eru að gera og ég held að það muni bara aukast, þá ætti það að ýta fjármagni úr í rauninni skuldabréf innlánum út af því þarna er í rauninni öruggari fjárfestingarkostir að gefa minni ávöxtun eftir verðbólgu og þetta ýtir alla jafna fjármagni út á áhætturófið yfir í aðrar eignir, yfir í harðar eignir yfir í hérna hlutabréf, yfir í gull, yfir í Bitcoin og svo bara við má nefna einn annan punkt sem að svona ýtir undir þetta flæði fjármagns að sko bara til að svona færa rök fyrir því af hverju þetta raunvaxtastigi er svo mikilvægt þá getur við teiknaðurinn upp margra ára sögu bandaríska raunvaxta og verða gulli og þetta, ef þú snýrð þess að gullverð og öfugan ás og það er öfufylgni þá séu þú gríðarlega miklu fylgni og þetta er bara alveg alþekkt starða að fylgist mjög vel að en eftir innrás Rússa í Úkraínu til dæmis þá breyttist þetta samspil að því leyti að gullkaup Seðlabanka stórjukust þar sem á sást hérna í rauninni kínverska Seðlabankan leiða þá vegferð og hafa keypt í rauninni fyrir sko fjárhæði sem hafa ekki sést í marga sko áratugi og þarna rofnaði þetta samband á einhverju leyti og gullverð hækka í rauninni meira en sem nam lækkun á raunvöxtum. Þetta er kannski pínu púsl en þannig að koma inn á að þetta er ekki bara í rauninni fórnarkostnaður peningar sem getur þetta er líka þessi geopólitík sem að ýta fjárfestum yfir í aðrar eignir út af því að ég meina Kínverjar hugsa í stórum tímabilum og ég held að þeir skilji samhengi hlutana bara betur en ýmsir aðrir. Þannig að það er margt sem leggst á eitt í að skapa þetta flæði og hingað til hefur flæði verið þess átt. Þannig að ég held að, og við höfum sagt frá upphafi að ég held að rafmyntir og sérstaklega Bitcoin verði mesti benefísirinn af þessari þróun og það mun halda áfram. Og kannski verið mjög markvert að og við vorum að tala hérna fyrir þættinum að einhver leiti vonbrigði eða ekki kannski vonbrigði en svona verið einhver leiti koma óvart að við séum ekki með hærri verð með það sko með að við þessa milestone sem við erum að taka en maður getur á hinbóginn countera það og sagt það að Bitcoin hafi þó vaxið svona mikið í virði í hávaxta umhverfi. Það var mjög algeng svona thesis out there sem mér fannst hljóma mjög rökrétt. Menn sem voru alveg bullish long term á Bitcoin en þeir sögðu bara, við erum aldrei að fara að sjá $100,000 Bitcoin, margir meira sögðu við erum aldrei að fara að sjá nýtt all time high sem var þá $69,000 rúmlega. Við erum aldrei að fara að sjá nýtt all time high fyrir við erum aftur komin í lágvaxtaskeið. Já. Við erum búin að vera í hávaxtaskeiði nú þekkir þú þetta sögulega betri ég myndi halda hverjum í 4,25 til 4,5% vöxtum, stýrivöxtum í Bandaríkjunum það eru háir vextir ekki satt í hérna sögulegu samhengi og besta, þetta er góða punktur og besta er rauninni leiðin til að svona sjá hvað er að gerast í þessum heimir og sko alltaf bara 10 ára vexti á bandarískum skuldabréfum og horfa það í stóru samhengi þess að við sjáum frá 1971
eða 1980 þarf að segja, þá erum við búin að sjá vexti í rauninni lækka bara samfellt þangað til að þeir náðu botni í COVID og síðan hafa þeir rauninni bara hækkað. Þetta á bæði við stýrivexti og markaðsvexti. Það bara að horfa á stýrivexti þá svona sveiflurnar meira, þetta sést mjög skýrt þegar við horfum alltaf með ríkisskuldabréf í Bandaríkjunum og þetta bara mjög góð punktur út af því að bæði sýnir þetta eru nákvæmlega siglu, kannski eigna sem að borga ekki vexti eins og Bitcoin, en að líka gott að hafa í huga að í síðasta Bitcoin cycle og horfum hérna bara eins og COVID-tímabilið, þú fóru vextur alltaf bara í 0 allan heim og gríðarlega mikið peningaböndun, gríðarlega mikið innspýting fjármagns inn í fjármálamarkaði og verið almenningur í Bandaríkjunum fekk bara afhentar ávísanir, þannig að þarna varstu með svona á einhvern hátt rosalega gott umhverfi fyrir þennan eignarflokk. Það var mikil spákumennska í öllum mörkuðum og einhver geti mögulega sagt bara ok, kannski fór Bitcoin harra en að hefði gert ella út af þessu. Og það sem annar líka mjög stór punktur sem var að rafmyndamarkaðana er að aðgangur af lánsfé inn í rafmyndaheiminum var náttúrulega eins og í öllum mörkuðum gríðarlega mikið. Ég veit ekki hvort þú hefur hérna lesið viðtöl við 3AC hérna félagannast að þið voru að lýsa því að þið fengur bara símtal hérna bara, ekki lánaðir hérna bara $1 billion hérna bara, þú veist bara, getur þú gert eitthvað við það? Þeir bara fóru að búa til einhverja vörur og það var allskins sko afurðir búnar til á bakinu á gríðarlega miklu lánsfé inn í rafmyndum og lengi til var þetta eitthvað sem að ítti markaðunum frekar upp heldur en hitt. Það er bara eins og aðgangur lánsfé í hagkerfum, það eykur auknum umsvifum og hærri verðum á eignum. Og nú erum við bara í öðru umhverfi sko og þó að sko efnaðarsinningu Seðlabanka Bandaríkjanna það miklu stærri en það var árið 2008 en hann er samt búin að draga saman núna sko nokkra trilljarða í QT sem að segja, eða það er að segja magnbundin í ítlöndun sem hefur verið að vera önvændast hefur verið að ekki í rauninni endur fjárfesta þeim skuldabrjöfum sem hann hefur fengið greitt og það er rauninni öfu áhrif við það sem var að gerast í COVID og það sem var að gerast 2008 og svo framvegis. Þannig að þetta er svona plussar og mínusar. Þannig að því máli segja að þetta hafi held ég alltaf áhrif en svo mæli líka bara með fólk að horfi bara á stóru myndina hérna. Við erum búin að eiga mörg bara mjög flott ári Bitcoin og það er samt að sína gríðarlega mikla siglu í miklum sveiflum og stórum atburðum í heiminum og ég held að þetta sé bara rosalega stór grunnur til þess að byggja á og ég held að þau eru eitthvað mikið að gerast að við séum að fara að fá verðlækkanir almennt séð í Bitcoini sem við fengið í sögunni. Þetta getur allt gerst en við erum margt benda til þess að það sé meiri sigla þarna sveiflurnar vera minni og auðvitað náttúrulega vera hækkandi þá ekki að miklar en samt gríðarlega samkynningshæfar með aðra eignarflokka. Einmitt. Og við förum kannski aðeins aftur inn á svona í framhaldinu þessu hvernig við erum að sjá framhaldinu fyrst að ég hef hlýtt á fyrirlestur hjá þar sem mér fannst að vera það var mjög minnistætt moment þegar ég var að hlusta að tala bálkakeðju tæknina að því nú erum við búin að tala svona fjárfestingarliðina og svo Bitcoin og þetta nú langum við þá að við setjum fókusin yfir á Ethereum og getur þá tekið ef þú vilt Ethereum og Solana því að einhver leitin til ég er búin að spenntur að sjá hvernig þú veist, af því að ég er að eiga samræður við marga sem eru bara ok, já, þú veist, í þeirra pumpa eða sól er að pumpa, það er ekki búið að pumpa mjög mikið en og menn eru alltaf að spyrja sko, ok, en þú veist hvert er endgameið í þessu? Er þetta að fara að skipta máli? Og ég er algjörlega búin að staðsetja mig, mín afstæða svo, jú, þetta skipti máli af því að þetta eru keðjur sem ég trú að munu raunverulega hafa gríðalegt notagildi og ég líta á svona value proposition á þessum tókunum aðalega tvíþætt. Þetta er stafræn olía, þú gerir ekkert á þessu keðjum nema að eiga tókunin og svo þetta er náttúrulega governance-in sá sem á tókunin hann, þú veist, á keðjunar og ég held að það verði bara svona þjóðhagslegir hagsmunir hjá bara stórum aðilum að við verðum að eiga eitthvað í þessari keðju, við getum ekki látið Kínverja eiga allt í þegar við ætlum að fara að keyra Mountain Finance og þú veist, aftur, þetta er svona lot to unpack en ég veit að þú ert vanur maður, þannig að ég byrja bara hvernig ertu að horfa á ETH, bæði fundamentally og sem fjárfestingu? Já, þetta er náttúrulega mjög
mikilvæg og stór umræða þessa dagana og í þau náttúrulega eins og menn hafa kannski og konur hafa átt að segja á því hefur náttúrulega fengið smá meðbyrjun og undanfarið þar sem að menn eru farin að taka þetta MicroStrategy play á ETH líka sem að Tom Lee er nú að leiða það sem að er hjá Fundstrat sem að er búin að vera stórhuga að setja á laggirnar í rauninni félagi eða Bitmain félagi sem er nú miner sem að hann stefnir að kaupa hérna $20 miljardar af ETH þegar uppi staðið og verðnæmnin í ETH er rauninni meira en Bitcoin, þannig að ég myndi segja fyrir hvern $1 sem að svona aðra alltaf kaupa á markaði ETH þá eru áhrifin meira heldur en ef að Michael Saylor myndi kaupa 1 miljard af Bitcoin. Þannig að þetta eru stóru hlutir en aðeins varandi fundamentalin, ég meina ETH náttúrulega hefur mestu söguna af þessum layer 1 blockchains og hefur náttúrulega bara reynst í rauninni bara mjög resilience í gegnum alla tíð og DeFi náttúrulega upprunalega byggir á þessari á Ethereum og er ennþá að byggja á því. Þú veist, eins og hlustinu kannski þekkja, náttúrulega hefur Ethereum lent í kannski áskorunu varandi það að geta verið nógu skalalega til þess að geta tekið heilu fjármálakjörunni á sína innviði og það er vissur alveg rétt, menn leistu það með því að bæta við þessum layer 2s sem er náttúrulega sér samkeppni út af fyrir sig, Arbitrum og Optimism og forkar af þeim sem dæmi og síðan reyndist náttúrulega niðurstaðan vera svo að töluvert af þóknunum runnu á þann layer og ekki til Ethereum. Þannig að það er eitthvað sem að ég held að menn þurfa að fylgjast aðeins með en það breyti því þess að ekki að Ethereum virðist vera ennþá með gríðarlega sterka stöðu og það sem að skipti kannski miklu máli í dag er að hefðbundni fjármálageirinn og sérstaklega í Bandaríkjunum virðist vera mjög áfram að byggja á on og ETH. Við sjáum BlackRock vera tókunæsa ýmsar vörur mikið af fjármálavörðum on á Ethereum og það er bara mjög gott og vel. Það hefur náttúrulega reynst aldrei kræfjandi að reyna að setja vermiða á svona innvið og það eru svo sem ýmsir skóla til í því og getur náttúrulega reynda að nota einhvers konar scarcity model eins og menn hafa gert oft með Bitcoin, stock to flow og annað en út af því að þetta er innviður og það er að í rauninni búa til þóknanir on á keðjunni þá náttúrulega líta fjárfestar til þess hvað er að koma þar inn og það hefur kannski verið alltaf erfitt að horfa upp á það að sjá í rauninni þóknandar í rauninni minnka aðalega út af því að það voru til þessir menn byggu til þessa layer 2s sem að tóku hluta fíunum og þetta er svona stóra dilemman með í rauninni þennan segment í kryptó þar sem að þú ert að búa til einhverja innviði en þeir þurfa að vera nú að skalalegir en það samt í rauninni þarf að vera einhverja þóknanir til þess að í rauninni hvetja validatora og þá sem að styðja og supporta kerfið að vilja halda áfram að tryggja það og staðfesta færslur og þetta hefur verið svona með áhugaverð þróun en svo ertu með, ég menna sem Tom Lee sem er nú bara orðin svona einn af þessum stóru spóksmenn fyrir Ethereum út af við og hans view er bara, menn þetta er bara innviður sem er búin að sanna sig lengstu söguna allra layer 1s og fjármálageirinn er búin að sína að hann vil byggja ofan á þessu, þetta verður að trausta þetta keðjan upp á það, hún er bara verið með upp í tíma í fjölda ára og svo framvegis, þannig að það eitt og sér er gríðarlega verðmætt í hans augum og augum margra. Þú veist, má ég skjóti inn í, þú veist, er ég að gera segur of mikla einföldun ef ég hugsa bara þannig, hvers virði gæti svona network eins og Ethereum orðið og eða fer að keyra bara risavaxin kerfi til framtíðar og þú veist, ég ætla ekki að þykjast vera eitthvað töframaður en ég hugsa fyrir mér er alveg einhverjar $triljónir alveg reasonable verðmiði á þá networkið í heild og að ég hugsi þá bara þess vegna er að spyrja, er ég að einfalda þú mikið, bara ég myndi þá bara deila því með magnin af ETH tokenunum og þú veist hvað, ef ETH er 2 triljónir, eru þá ekki að horfa á okkar rétt tæplega $20 ETH, $80 ETH, eitthvað svoleiðis sko. Þú veist, að mér finnst, þegar ég er alveg Tom Lee, hann er að tala $16 ETH end of year og eitthvað svona, þú veist, ég upplega þannig að hann sé bara í þessum
pælingum sko, en þú veist, er ég að gerast og segur ómikla einföldun? Í rauninni þetta alveg eitt skóli líður í málunum sko og það er þetta að horfa svo ólíkt á það sko og ef þú sko, við byrjum bara að byggja upp á hinum endanum, þú veist, þá hafa alveg verið rættir sem segja, ok, þetta er innviður, block space er ekki scarce asset þó að tokenin sé, þú veist, ekkit með gríðarlega mikið emissionum sem að segja og verðið á honum á bara að vera bara hvað kostar að keyra þennan innvið, hvað þurfa validatorar og allir sem að koma að uppbyggingu og viðhaldi kerfisins að fái sinn hlut til þess að vera tilbúin að sinna þeirri vinnu áfram og þá eru bara verið að bera þetta sama við innvið eins og orkugridd eða bandvít eða eitthvað svoleiðis skilurðu. En síðan ertu einhvern veginn með tækni sem að alltaf að finna upp á nýjum leiðum til að búa til value, sumt verður til á innviðunum og sumt verður til á einhverju sem byggir óna innviðin, þannig að allt einhvern veginn er þetta hluta einhverju sama kerfi og hversu mikil virði er að eiga í innviðunum sem að reynist vera dominandi í þessari tækni, sérstaklega þegar við erum að fara við runni bylta fjármálagerunum eins og ég held að muni gerast nú fyrir en síðar, þannig að sko það er rosalega erfitt að pinpointa þetta en er líka átt að sjá því að sko viðhorfin hafa verið dálítið fljót að breytast í þessari samkeppni á milli mismunandi verkefna sem L1 verkefna og Solana náttúrulega hefur átt sviðið dálítið líka síðustu árin þar sem að menn komið með hérna með nýjan layer 1 sem að í rauninni er með miklu meiri skanalega og svo kemur hann að fæða danser uppgreiti og þá bara nærðu hérna miljónum færsla á sekundum og bara getur list allt af en svo hefur það verið að það var þá þeim tíma að detta eins og flæn og annað og hérna og í þeirri mjög svona fallist að þessi skuggan á Solana er unnið þangað til bara fyrir nokkrum mánuðum þannig að það má líka alveg segja sko ólíkt Bitcoin sem að ég held að sé búið að sko sína getur nú bara sagt eða clear vinnir í store of value ekosysteminu þá er þetta ennþá dálítið seifljótandi og lifandi í öðrum ekosystemum til dæmis þessum innviðakóinum þannig að hérna, en það þýr ekki bara með hverju árunni sem að, þú veist, í Ethereum heldur áfram að vera resilient og Solana eitthvað meginn heldur áfram að fá ákveðin adoption og kannski sérstaklega hefur það náttúrulega verið áberandi í svona útgáfa á minni coinum og þessum meme coin manium og þessum launchpads og svona, þú veist, það er bara í svona starfsemi er alveg eðlilegt að þú þurfi keðju sem er bara ultra lág fí, gríðarlega mikla getur að processa mikið af trafík og getur við örugum og fljótlegum og hérna ótrúnum hætti búið til ný coin, skilur. Það er bara svona mismunandi áherslur og það er bara gott og vel. Þannig að sko, það er alveg maður verður náttúrulega bara að fylgja sín samfæring hverjum tíma og maður það líka bara að vera opið fyrir því að þú veist, þetta er miklu meiri seifljótandi geiri heldur en Bitcoin út af því að þú veist, við hefum séð það menn það er búið að búa til hérna forka á Bitcoin og Bitcoin Cash og Litecoin og annað með svona einhverju segja eitthvað með betri attributes eða ekki en staying power er bara svo mikilvægt í þeim leik að vera store of value út af því að þú veist, þú ert að reyna að færa rök fyrir því að þú ætlar að binda sparnaðin í einhverju eign og þú vilt bara vera með öryggir 1, 2 og 3, þú ert ekki að nota þetta sem einhver greiðslumiðil í dag og svo kannski breytist það síðar en þarna í þessari samkeppni skiptir staying power greiðlega miklu máli, það skiptir vissulega máli líka hjá Ethereum og Solana og annað en við sjáum samt ný coin koma hérna reglulega og eru svona að reyna að höggva í það narrativ og þú er kannski með svona sumir hafa náttúrulega gagnrýnt svona decentralization á hérna summa sem keðjum, það er gríðarlega mikið steikað í Ethereum og líta og annað, það er bara með eitthvað ekosystem sem heldur bara gríðarlega stóru hlutfalli af coinum og tæknilega, þú veist er það bara eðlilegt, er það eitthvað áhrif á skoðunum manna á hvort að það sé dreifstýrt með sama hætti og Bitcoin eða ekki, þú veist, þetta er allt bara svona dálítið mat, en við erum alltaf bara að taka ákveðin út frá upplýsingu sem að skoðunum sem liggja fyrir hverju sinni, en ég held að þessi verkefni sem við erum að lýsa hérna eigi mjög góða möguleika á að vera mjög verðmætt í framtíðinni út af því að við erum bara rétt byrjað að dýfa tanni í að búa til í rauninni einhvers konar innviði á stórum kerfum eins og fjármálakerfinu sem að byggja á þessu tækni og hvað sem er greiðslukerfi, hvað sem það er hérna koma eignum í real world asset og á krypto og innviðina, við erum bara algjörlega í startstólum þar. Sérðu fyrir heim sko, þú veist, ég sé þetta svolítið þannig fyrir mér finnst í þessu
langbesta betti vera Ethereum og Solana og ég horfði bara hann Ethereum það að fara að taka eitthvað einn svona stóra aksjónið þar sem að skiptir ekki öllu máli hversu mikið þú skalar nógu vel og það hvort fíin eru bara praktiklega engin eða mjög ódýr með það sem þekkist núna svo tekur við Solana sem geti þá gleypt svona meira consumer retail aksjón og ég velti fyrir mér verður ykkur þörf á okkar mörgum keðjum gætu mögulega farið í heim þar sem bara Bitcoin stór og valjúið og við má vita hvað það getur sogið mikið fjármagn í sig. Ég meina, Saylor að tala um $500 triljónir á 2050 eða eitthvað skilur. Ég skal ekki segja, en það alveg mjög svona klýr og vel mótað og auðskiljanlegt narratív. Þetta eins og segir, þetta meira svona í mótun, en ég á erfitt með að ímynda mér að framtíðin verði hellingur af keðjum. Hvort það sé því að það geti ekki verið 5, 6, 7, 8, ég veit ekki. Hvert svona þitt take á þessu? Er þetta að fara að vera nokkri vinnara sem munu gleypa allt aksjónið eða fara að sjá heim með 20 keðjum að... Sko, ég myndi halda í þessu kerfi sem við erum að hugsa núna, þessum innviða samkeppni, þá held ég að það verði mjög fáir sem munu vera dominarandi. Svo gætu komið einhver sem er að sinna mjög afmörkuðum hlutum í afmörkuðum geirum með eitthvað slíkt sko. En svo sem einn annar punkti sem má alveg hafa í huga líka það ber alveg á því að það hafa náttúrulega bara fyrirtæki verið að búa til sína eigin keðjur, bara loka private keðjur þess að reyna að capture allt valjúið á þessari tækni sjálf og eitt af með það bara til dæmis IBM sem að bjóð til bara svona bara blockchain network fyrir fyrirtæki í matvælageirunum og það verðist bara að vera að fungera þar og þetta er það náttúrulega ekki decentralized á neitt nátt eins og þessi verkefni sem við erum að tala um áðan en þú veist, þú getur spurt einhvern finnst þér að nógu decentralized VM-kerfi sem var, já, þetta er improvement, þetta er ekki það sem að við sem störnum í rammetum og tölundaldi fyrir sko þessari tækni sem er svona dreifstýru tóli til þess að bæta heiminn en markasöflin vinna nú bara svona þannig að menn reyna bara að hugsa hvernig get ég monetæsa þessari tækni og ef ég segjum bara að séu 50 sérfræðingar í rafmyndum í segjum bara IBM og segja ok, kemur hérna fundur hvaða vörur við að búa til, ok, ef að byggja í Ethereum, bara já, ég meina Solana, ok, þau eru mjög resilient keðjur sem að hafa sýnt að þau fungeri ok, hvað fáum við fyrir það? Ok, við þurfum þá, ok, viðskiptavinur þarf að borga til þess að nota kerfið, við þurfum að kaupa tókenuna til þess að og allt þetta þá kemur kannski bara upp, ok, en ef við búum bara til okkar eigin kerfi, veist, og þá er þetta bara eitthvað svona umsýslu bara hálfgert bókhaldskerfi, búið til svona coin og þú segir bara, ég fæ bara 10 fyrirtæki í gerunum að spila með okkur, við nýtum vissulega í rauninni tæknina úr balkakeðu heiminum til þess að í rauninni verifæja að við séum ekki veist, færa eignir eða processa færslunum að sé allir búin að ná konsensus það en þetta er samt bara private chain og hjálpar krypto í rauninni ekki neitt þar að segja þessum tókunum sem við erum að fjallum þetta er bara svona eitthvað til að fylgjast með mögulega er þetta leiðin að því að allt fari á þessa balkakeðu sem við erum að ræða verði mainstream út af því að ef þetta verður trendið og segjum bara í Ethereum og Solana halda áfram að vaxa og verða viðurkenndari þá hljóta það alltaf að vera ódýrari og öruggari leiðir að nýta tæknina heldur en einhverjar private keðjur sko. Ég man alveg við áttum nákvæmlega þetta samtal fyrir talsvert löngu síðan sko og mér fannst þetta, ég hafði aðeins hugsa út í þetta og mér fannst þetta viðurkenni óþægileg tilhugsun, þú veist, að ég hugsa wow, ég er að kaupa í ykkur kerfi, ykkur innviðum sem, þú veist, eru decentralized og svo geti eitthvað svona raunni gert þetta mögulega, sko, irrelevant ef við teknum upp svörtustu sviðsmyndina. Svo eftir ég melti þetta meira, niðurstaðan sem ég hef komist að, ég bara kaupi ekki að, ég er ekki nokkur vafum og eins og segir IBM og er ykkur byrjar að gera þetta og eflaust munið er reyna það, sko, en ég kaupi bara ekki að það verði neitt spenntur í þeim heimi sem ég held að framtíðin verði sko, til að engagea á okkur svona kerfi, því að vantilega svona kerfi þá er alltaf einhver eitt sem stýrir og stjórnar kerfinu sem þú þarf þá að samþykja og treysta frekar ef við náum að gera þessar keðjur, það er ná að vera það decentralized að það er bara hægt að segja með fullri vissu, það er enginn sem stjórnar þessari
keðju, alveg eins og bara með Bitcoin. Þá bara mögulega er það wishful thinking bias, ég veit það ekki, en ég allavega segi, sko, ég neita að kaupa það verði sustainable, sko. Það actioni mun færast yfir á stóru keðjur. Og þessar lausnir eru alltaf minna dreifstýrar og þær eru líklega dýrari, þannig að það er erfitt að sjá að svona lausnir verði eitthvað meginn ofan á og þetta verður svona líklega kannski ykkur skona millibils ástand í einhverjum ákveðnum geirum, svona keirur að fara að taka rétt yfir, þetta er bara svona, þetta er í rauninni bara aðeins tæknilegri útfærsla á núverandi kerfi, sko. En nú langar mig, Guðlaugur, að fjallum koncept sem svona allir eru alltaf spenntir að heyra og sérstaklega þegar kemur ykkur nýr í þáttinn. Og því að end of the day þá náttúrulega bara rafmyntir sparnaða tól og fjárfestingar tól fyrir flesta og það gaman að hlusta á fundamentals og einhverjum utopian framtíða sín en ég held að eins og bara eðlilega fólk hugsa ég að fara hvernig á ég að fara að hagnast eitthvað á þessu, þannig að núna þú búin að koma þessi ná hugtaki sko for recycle og þú búin að segja að þú haldur að þetta fari dvínandi þessi faktor og þetta er náttúrulega svona mjög þekkt stef í allri kryptoumræðu en sumir segja, við höfum heyrt þetta stef áður, sko, þetta var líka að tala þetta síðast og það heldur betur spilaði svona alveg ekta for recycle, sko. Ef það er rétt, þá ættu að vera að fara að sjá endan á þessum bólamarkaði núna fljótlega, mögulega var þetta síðasti leggurinn upp og við toppum í október, nóvember, desember og ég hef verið frekar transparent með ég held að það sé ekki að fara að gerast en hvað ert þú með þetta? Eru mögulega að fara að taka síðasta leggi núna og fara að taka blow of top sigli í bear market? Ertu að sjá mögulega við sem að fara bara í up only trend til 2030? Þú veist, hvað ert? Já, ég held að þetta verði ég sé ekki fyrir mér einhvers konar stórkostlega lerningu og ég held að það sé að horfa á það með byggja það á nokkrum hlutum. Fyrsta lagi náttúrulega hefur séðurinn bara ýmislegt koma upp á í umhverfinu bæði innan og utan krypto og svo maður kalla kannski svona tríið aðeins risk og fjárfestar hafa verið reynt að hræða þá á stöðum og allan að Bitcoin hefur sýnt alveg greiðlega seglu á þeim tíma. Við sjáum einn maður hvernig líka bara svona áhættusæknina í þessu markaði, hvernig eru vextir á perpetuity futures, funding rates sem við kallum það í gýrðum stöðum að þróast. Við höfum sögulega séð þá vera mjög háa í kringum svona einhverja toppa og þar lendi mikið að gýrun í kerfinu sem að þetta í rauninni keyra tilbaka með leiðréttingum á verðum í kjölfarið. Það hefur verið minna. Hluta því maður vissilega horfa til þess að það er alltaf verið markaðurinn alltaf verið að þroskast meira og meira, það er hægt að fá fjármögnun með öðrum og fleiri leiðum. Við hefum verið að semja við okkar mótala og okkar kaupallir lánalínur, skilurðu, ef við viljum nýta þær og við erum að fara miklu meira inn í hefðbundna fjármál að gera. Þannig að það hefur svona það hefur haft áhrif og svo held ég líka bara það að allt sem að gerast í Bandaríkjunum og allar þessi nýju lög sem byrjað að innleiða og yfir innleiða, það að fara að búa til í rauninni og stækka hennan geira alveg greiðlega mikið. Nú eru stöðuleika myndina svo sem einn stór faktor þar og þetta eykur svo mikið líka aðgengi hinn hefðbundna fjármálageira inn í hennan heim sem að ég held að muni auka svona skilvirknina í verðlagningunni og heiður markaðarins alveg greiðlega mikið og þetta er alveg án efa að byrja að gerast nú þegar og mikið af bara hefðbundum vonasjóðum og öðrum sem hafa verið að dýfa tanni í hérna markað og kannski líka tilkoma kaupallarsjóðuna náttúrulega greiðlega mikilvægt í þessu líka og þar lendi bara stór hópur sem að ég held að sé bara mjög viljur að stíga inn þegar leiðréttingar koma því að bara það líka bara hvað Donald Trump og Bandaríkin stærsta hagkerfi heimi er búin að stimpla þennan geira með sínum orðum og sínum gjörðum, ekki síst sínum gjörðum, hann er búin að standa við allt sem hann hefur verið að segast að gera. Það gerir það gerir heilmikið fyrir hann að gera og þess vegna held ég að við séum að
búin að stækka í rauninni mengi þátttakenda gríðarlega mikið sem var rosa mikið vandamál í þessum geira, ekki það alveg. Þetta var einsleitur hópur, mjög áhættusækinn og sérstaklega í síðustu helminguna lotu, svo maður segja, þá var aðgangur að fjármagni mikill og það var ódýrt að taka lán og það voru allir með peninga og allir markaðir voru að hækka og þá myndar svona kannski bara svona hálfgerð mannja þó að það sé nú alveg svona stef rafmyntamarka í sögunni, en nú erum við bara dálítið komnir í atvinnudeildina. Og við erum að fara að sjá ETF að búin að sjá náttúrulega í Ethereum og nú eru þeir loksins byrjað að taka við sér og svo kemur Solana og svo kemur ETF á Ethereum sem að mun örugglega borga vexti, þú veist, eins og bara staking vexti eins og við höfum séð í kerfinu og allt þetta og þetta er eitthvað sem að hinn hefðbundni fjármálageiri kann mjög vel við, sko, að fá yield ofan á eignirnar sína, sko. Og líka, sko, þú veist, eitt sem ég velti fyrir mér sem svo sem kannski svona leiðir dálítið af þessu sem þú ert að segja að þú ert komin með svo, sko, stóra aðila sem eru búin að kaupa gríðalegt magna Bitcoin á verðum sem eru raunverulega mjög skamt frá núverandi verði, sko. Þú veist, nú gerði ég engar sérstakar greiningar á því 2021 en ég gerir áfyrir að það hafi verið bæði varst ekki með þetta, sko, sophisticated mengi af big institutional capital þetta, en fyrir utan það þá hefur vantilega verið komið, sko, gríðalega stór hópur af Bitcoin-eigendum sem sátu jafnvel á alltaf 20x gain, sko, og bara var frekar stór þannig hópur. Já. Að meðan núna eins og ég að upplega þetta og skilja þetta þá er þetta komið svo rosalega stóran hóp sem er bara komið hann konsensus, hópur sem sko, er með aðgengja gríðalegu fjármagni, komið hann konsensus að Bitcoin undir $100 er bara dauðafæri til að stakka upp, sko. Og þá velti maður svona fyrir sér að því að ég held að markaðurinn fékk aldrei að setla inn 2021 að, þú veist, maður kannski fannst að því maður nýr á markaðnum og hafði trú að Bitcoin var að fara að sigra heiminn á einni nóttu og fara í $300,000 því að Citigroup sagði það eitthvað svoleiðis, en það var samt ekkert, sko, þegar maður lítur eftir að hyggja hjá okkur stórum alveg fyrir að eitthvað Bitcoin undir segjum $50,000 eitthvað væri eitthvað dauðafæri. Núna er maður með meiri reynslu og meiri þekking og svona og nú er ég bara frekar confident þegar ég segi ég er að meta þetta þannig að þú er komið risa mikið power af kapitali af nýjum þátttakendum sem eru með þennan genuine consensus að Bitcoin á okkur verði 80-90k eða eitthvað er bara dauðafæri sem þú getur ekki endilega gengið að vísu að þú fáir aftur, sko. Og þá spyrjum bara þú veist, hvernig, og svo einmitt talandum allt þetta sem er að gerast í Washington og á eftir að gerast áfram, það er rosalega erfitt að sjá fyrir sér einhverja hrottalega leiðréttingu. Ef við erum að tala um Bitcoin kannski í $300-400, þú veist, eftir 6 land, þá gegnir öðru máli, sko, skilurðu. En ég tek alveg heilsur undir þetta og þú veist, mér er bara að vera leitun að svona mönnum sem er að tjá sig um markaðin sem eru ekki með hana konsensus sem pínu ræðið mig líka en þá kemur kannski með hvað segir samt eitt að því þú ert að tala um Treasury Company núna sem mér er þetta sláandi sem þú ert að segja þau eru búin að vera að outperforma þessu ári í ETF-ana því að það búið svo mikil, sko, umræðum hvað ETF-ana er að kaupa mikið. Já. Og Treasury Company var eitthvað leit orðið svona þreytt umræða fannst manna því að það var svo mikið bara alltaf seilur að kaupa okkur en svo bara, tölfræðan bara lífur ekki, outperforma ETF-ana 2025. Já. Og þá spyrir maður sér pínu, sko, upp á einmitt, sustainability sem við tala þú veist, gætu við séð þau fara eitthvað að fljúa á nálægt sólinni, það myndi spírali eitthvað svona mass liquidation spiral og það gæti þá fullfillað þetta prophecy að við erum ennþá first í 4-year cycle. Já, sko, þetta er bara frábær spurning og mikið í umræðan núna. Menna, er þetta þessi vegferð þessara fyrirtækja sem eru skráð fyrirtæki sem eru orðin yfir 170 talsir sem hafa keypt Bitcoin og eru núna að byrja að kaupa í Ethereum, er þetta sjálfbært? Og mitt svar er það að ég held að eins og staðan er núna, þó að fjöldi sé orðin þetta mikil, þá er þetta í rauninni ennþá MicroStrategy sem að alveg sko er langmestur hluti af þessu og þeir þó þeir séu nú farin að gefa út allskyns mismunandi fjármálaafurðir til þess að fjármála Bitcoin komið sín, þá held ég að sko að þeir séu með ansi mikið borð fyrir báru áður en að þeir lendi vandræðum og Michael Saylor sagði hann bara í fjárfesta fundinu núna síðar sko að þú þurftir að sjá 80% lækkun á Bitcoin til þess að þeir þurfti að fara að fresta arðgreiðslum af þessum forgangslutabrifum hjá sér og fleira. Hins vegar eins og
öllu nýju þá alltaf einhverju sem fljúga ónaldsáli en eins og þetta staðan núna ég meina þetta strategi þetta hérna í rauninni Mara sé næststæðsti mænir sem svo sem bara byrja strategi og halda bitcoinu sem á 50.000 bitcoin og síðan þetta náttúrulega metaplanið sem hefur náttúrulega vel líka mikið áberandi japanskt félag sem að hóð þessa vegferð ekki fyrir svo löngu og á einhverjum 20.000 bitcoin í dag tæplega ég held að þessi stóru aðilar sem að voru fyrstir á sviðið eiga bara held ég dágóða möguleika að verða bara fjármálaafurð sem að ýmsum fjárfestum finnst áhugavert að eigi en svo má ekki gleyma því líka að menn rýna ofan í það sem að sérstaklega MicroStrategy hefur verið að gera og í rauninni þessar svona fjármála uppfinningar sem hann hefur gert með allskins afurðum og þetta kann að hljóma svona eins og einhver bóla eða eitthvað annað en það sem hann raunverulega gera miklu leyti að hann í rauninni að koma og búa til fjármálaafurðir þar sem að hann ýmsu fjárfestar sem eru með mjög sérhæfðan fókus eða sérhæfða stefnu í sínu sjóðum, kannski skuldabréfasjóðum þeir geta keypt þessi sérsníðinu instrument og sumir af þeim hafa ekki svona áhuga á að eiga félagið eða hluti verið einmitt með skuldabrif sem breytir eitt til hlutafé og það eitthvað skuldabrifasjóðir sem að kannski skorselja hlutabrifin á móti og eru í rauninni bara að vilja eiga valréttin á því að kaupa hlutabrif í framtíðinu og þeir geta bókvært þannig í sínu sjóðum og þeir og þetta hafa verið mörg hver ein best í rauninni performing skuldabrif sem við höfum séð lengi út af því að þau hafa geta mörgæðum hafa haft hennar breytirétt og eða hafa fjárfesta greitt mér á því þannig að það eru mjög áhugaverðir hlutir í gangi þarna og það er bara rétt nýlega sem hann byrjar að gefa út afurðir sem að greiða fastar argreiðslur og annað sem hann byrjar að kommitta í að borga dollara til fjárfesta út af því að hvað er að versta sem gerist fyrir mörgum sem félög, ok? Þú kannski hætta að velleggjast á markaði á yfirverði við með bókverða eign, alltaf tala um þetta NAV premium mennsku og það er alveg mjög sér og áhugaður umróti fyrir sig. Það sem að maður þarf að hafa í huga þegar maður skoðar þessi félög er að þú eiga á endanum bara Bitcoin eða núna Ethereum og tæknilega geta þau náttúrulega alveg farið á afslætti, við erum farið að verðleggjast á markaði undir innra virði eða undir virði eignana og það er mér þess að eitt dæmi sem við sjáum það gerast og það er vissulega óheppilegt fyrir umræðina og fyrir sölu í rauninni nýs hlutafjár á þessum félögum en hins vegar eiga það bara Bitcoin og tæknilega gætu í rauninni bara annarkvort sótt sér lánsfé og keypt eigin bréf eða í versta falli selt Bitcoin og keypt eigin bréf þá ertu í rauninni að búa til virði út af því að undirliggjandi eign í þessum félögum eru þessar stærstu rafmyntir og langbest Bitcoin, þá er alltaf eitthvað akkir í því. En síðan getur þú farið umræðina eins og þegar Metaplanet hóf sína vegferð á fullu, þá var verðlagningin á félaginu í kaupfélaginu í Japan orðin 8-föld virði Bitcoinuna, sem alltaf er kjánalegt það komið undir 2 núna samt 2, ég meina og þetta er alveg MicroStrategy er núna í þessu er það yfir undir 2 eða ég var eitthvað að skoða daginn reyna ég mitt mér finnst það mjög skemmtileg þróun sem er í gangi og hún er mjög áhugaverð, ég sé ákveðnar hættur ég sem fjárfestir mér finnst spennt að kaupa bara Bitcoin í þessu, en ég skil mjög vel ég meina, ég er ekki með það fyrir fram en ég held að MicroStrategy hafi outperformað Bitcoin alveg svakalega síðustu bara ef við segjum frá 2022, ég held að það sé ekki bara, hvað er það búið, 20 okkar faldast eða, ég veit ekki hvernig þetta er búið að outperforma Nvidia og ég veit ekki hvað og það er líka mjög góð leið að lýsa þessu þannig að ef þú kaupir í fyrirtæki sem að segjum bara til einföldunar gerir ekkert annað en á Bitcoin á 2-földu innravirði þú veist að setja fram $100 og þú far $50 Bitcoin þá spyr ég mig ok, af hverju ég átti að maður láði það að færa rauk fyrir mögulega einhverju premju segjum bara eitthvað stórveldi í heiminum vill eignast 600.000 Bitcoin svo strategi á hvað þyrfti að borga fyrir það markaði? Já, ekki 114.000
einmitt, skilurðu. já, Það já, svona, já, við kallar þetta liquidity premia eða eitthvað algjörlega. ennsku, en seljuleika álag. Það alveg hægt að fara rauk fyrir það hjá stærstu félónum mögulega. Já, einmitt. Og vissulega strategía að fara í mjög svona sophisticated leiðir í að, eins og Michael Saylor segir, auka fjölda bikkuna per hlut. Og fyrir einhvern sem að keypti í þessu félagi á bara innanverið 1 en nafnpremju bara 1 og að horfa á félagi gefa út nýtt hlutafé á yfirverði, sem 1,5 eða 2 eða meira, hérna farið yfir 3,5 á tímabili á yfirfé eða innanverði, þá er það náttúrulega greiðlega gott fyrir þann hlutafa. En fyrir mitt leyti, ef að ég svo sem kaupi í félagi á 3-falt innanverði, þá ég að fá í rauninni $33 Bitcoin fyrir hverja $100, hljómar ekki vel, og þar myndi ég aðeins hugsa minn gang. Eina leiðin sem að ég sé það í rauninni búa til value fyrir mig sem þann kaupanda að ef ég trúi því að eftir mánuð þá einhver annar að fara að kaupa það á 4 sinum minna verði, skilurðu. Þá hann í rauninni að gefa mér fleiri Bitcoin per hluti, en því harðar sem þetta fer, því finnst mér ólíklegra að þetta verði staðan. Og þess vegna ég persónulega ekkit sérstaklega heillar að því að vera að kaupa þetta á miklu álagi. Og sérstaklega kannski í nýju óþekkt félög, sko. Við höfum alveg átt í samtölum við fyrirtæki sem að skoða þessa vegferð ekki á Íslandi reyndar, því miður. En Það lítur nú að koma að því á næstu 5 árum, ég veit það ekki. Ég hvet alltaf það væri stór hrið. Skoða það, en eins vegar svo sem bara getur maður líka lagt sko, mörg fyrirtæki bara alveg fókus á sína kjarnastarfsemi, sko. En ef að félagi með einhvern sparnað eitthvað lausafé, þá hef ég allan að skoðanir að þessi fjárfestingar sem við erum að ræða hér, þessi nú skárin ýmsar aðrar, en það út úr. Þannig að já, við erum búin að fara með aðeins fram og tilbaka, en við skottan á að ræða aðeins þessi fyrirtæki út, og þau eru stórhlutamarkanum og hafa verið stærri þáttakandur í Bitcoin-kaupum heldur en kaupendasjóðirnir á árinu. Svo róast það eflaust eins og allt. Og til að súmera það, þá er ég svolítið að skilja þannig að af því að MicroStrategy eða Strategy eru svo solid, þeir eru svo gríðalega stór hlutild að þessu, mögulega verður einhvers konar korreksjón eða högg ef hinn fljúa nála sólinni, en í stóra saminginu þú er ekki mikla ágjur að því. Nei, þú veist, þó sé 170 félög, þá eru flest af þeim ekki búin að safna neinu gríðalega miklu Bitcoina. Og ég held að ef eitthvað hlut alltaf þeim þyrfti á endanum að selja Bitcoinin sín, þá myndi markaðurinn ráða við það, sko. Við erum ekki stærri högg á í þessu marka heldur en það, sko. En eðlilegt að fólk svona horfa á þetta, en ég myndi samt segja, já, ég myndi samt gera greinarmun á þessu versus, sko, eins og svona ýmsum einhverjum, sko, stöðuleika myndaæfingum og öðru sem að hafa skóplað, sko, gríðalegu magni Bitcoina í síðasta cycle og enduðu á að fara á hausinn og þurftu að selja það overnight, sko. Við höfum séð að vera hluti heldur en það sem ég held að spilist með þessu félögum. Sko, það væri gaman að sitja og ræða við þig, sko, tímunum saman, en hérna við erum búin að fara svona taka frekar grúndíkt yfirferð og mjög gaman að fá þennan svona þetta voru svona deep dive, svona TradFi dive á kryptóin og hérna sem er mjög skemmtileg tilbreyting, því að þetta er svona kryptopunk hlaðvarp, en hérna spurning sem ég tek mjög oft, þú ræður alveg hvort þú svarar henni, en þetta er spurning sem brennur á allra vörum. Hvað ert að sjá bara næstu svona short term, þá er að tala end of year og eitthvað inn í 2026. Þú veist, ef þú treystir til að koma með eitthvað targets, ég er alltaf mjög ræður þegar ég spurði þessu, en mér er gaman að spyrja þessu, þannig að hvað hérna ef við tökum bara þessar stóru Bitcoin, Ethereum, Solana, hvernig ert að sjá þetta spilast út svona næstu mánuði? Já, sko, hérna kannski eitt sem að mig langar að nefna í sambandi við þetta er að bara okkar vegferð sem að er hérna núna 3 ár, en ef við farum opnunartíma rafmynta á venjulegan hlutabréfamarkað, þá var það eins og hafa verið að hérna stýra hlutabréfasjóði í, sko, 5 sinnum það, 15-16 ár, sko, bara til að segja, og þetta eru náttúrulega ekki vakandi alla nóttina, það er verið teknir nokkri fundir inn í hérna vel hljónaðingur herbyggi miðjan nótt á milli okkar, hérna, þegar eitthvað gengur á, það er bara svo það gerist, en hérna
Það sem að við höfum bara, ég má kannski til með að deila út af því að maður er alltaf á einhverju skoðanir og maður þarf að vera líka að vera auðmjúkur að því að þetta er svo lifandi markar að það er svo ofta að breytast og við hjá okkur höfum haft allski skoðanir á því hvernig við sjáum fyrir okkur að safna rafmyndum megi að þróast og árið síðar eða hálfárið síðar þá getur svo skoðan algjörlega orðið öfugt sko. Einhverju getur sagt bara já, Bitcoin er bara svona afinn í kryptofjölskyldinni og hann mun aldrei geta outperformað svo hann alltaf bara frá því við stofnum sjóðinn þá hefur henni Bitcoin dominance hlutfall Bitcoin að helda markað sér rafmynda bara aukist í rauninni litlum sveiflum niður og þetta er ólíkt síðustu cyklum en bara til að koma efnu þá held ég að sko í ljósi þess hvað til dæmis í Ethereum hefur fengið mikið sviðsljós og ekki síst út af því að hvað sko hefðbundni fjármálageiri hefur sko sett undir veðmál á þetta eign það er eiginlega ekki hægt að horfa fram hjá því og það sé að gerast á þessum tíma þegar sko krossin verð í Ethereum móti Bitcoin hefur henni bara verið að lækka núna stöðugt bara í 20 ár þá er alltaf mjög áhugavert þegar eitthvað er búið að vera svona ekki in favor eins og í Ethereum var búin að vera alltaf svona sett út til hliðar þegar Solana var alltaf inn að koma sjónarsviðið og það er alltaf mjög áhugavert þegar sko kemur ykkur jákvæður katalisti eða svona jákvæður momentum með einhverjum coinum sem hafa verið alltaf svona hort framhjá og menn hafa svona smá saman kannski mistrúna og það er ekki út af því að þú veist ég held endilega í Ethereum verið eitthvað með alfa og omega í krypto næstu 10 árin, geta alveg verið en ég myndi allavega ekki horfa fram hjá því að menn eru mjög stórhuga að búa til félög sem að ætla að setja sér háleit markmið að kaupa töluvert í Ethereum út af því að þar er fjármálageirinn líka að vera að byggja mikið ofan á alveg saman hvernig fíin eru núna eða hvernig mögulega verða þá er það áhugavert og ég held að sé ekki að horfa fram hjá því þannig að ef ég ætti að vera reyna að gefa einhverjar hugmyndir þróun á nábyrjar þá held ég að ef að markaðir halda sér nú ágætlega og síðast ársföringar ásins nú almennt ágætur þá maður veit allir hvernig það breytist þá held ég að í þeirrum geti alveg haldið áfram að sigla og við sjáum líka núna bara í sveiflum síðustu daga það er rafmyndamarkar aðeins vera að koma niður það hefur svona verið meiri sigla í Ethereum og það er ekki alveg alltaf að horfa fram hjá því og Solana vissulega fylgir þess með en líka bara annars punktur sem að geti verið áhvert fyrir hlustendur að fá einsinn inn í að sko sögulega höfum við séð náttúrulega þessi altcoin, þess að minni rafmyndur oft taka hressilega við sér þegar Ethereum er sterkt það sem að ég myndi hafa í huga í því núna er að eins og ég nefndi á hann stór hluti af flæðinu og kaupunum á Ethereum er að eiga sér stað út af því hvað er að gerast í hefðbundnum og fjármálagera og ég er bara maður er hugsi yfir því hvort að peningarnir muni trítla jafn glatt yfir í aðrar myntir eins og það hefur gert kannski sögulega þegar Ethereum á til að hækka þau skilur hvað ég meina og annar hluti í því er líka bara svo starrend er að í síðasta helmingunar tíma þá náttúrulega var greiðlega mikið peningur sem fór inn í allskins verkefni startup og venture capital hlutan af rafmyndum og það þýðir að það er greiðlega mikið kapitali þar sem að fá afhent coin úr allskins litlu myndum og þetta eru sko fleiri milljarðar dollara í hverju mánuði mjög misskipt eftir myndum vissulega en þetta eru rosalega tölur og þetta er það sem að mínu viti hefur svona haldið aðeins aftur af mörgum verkefnum en ekki síður bara altcoin markaðunum í heild að taka alvöru altcoin season eins og við köllum þetta og ef hlustendur rýna í sko dýnamíkina á þessum coinum hvort sem það er einhverjar DeFi coin, staking, meme coin eða annað, við erum að sjá koma stutt og mjög öflugar hreyfingar upp á við í mjög afmarkaðan tíma og svo við hefum verið að stúdera þetta þá er þetta yfirleitt að eiga sér stað í nokkra vikur þetta eru kannski 3-6 vikur mjög algengt og síðan einhver meginn kemur oft einhver blóðtopp eða einhver verulega hækkun og svo bara einhver meginn missir aðeins momentuminn og svo er einhver að kaupa lækkarinn, það er einhver að selja líka og svona smásaman er dálítið algengt að það fjari svona út úr hækkunum í einhver tíma og það geta verið alveg margir mánuðir þangað til að mögulega er búið að sko taka verðið á viðkomandi mynd algjörlega niður í 0 punkt frá því fyrir hækkarindar
en svo gerist þetta kannski bara 2-3 ári sko, fyrir suma myndir einmitt, þannig að þetta er að koma oftar einmitt. þetta er að eiga sér stað í skemmri tíma Mhm. og ég get bara ímynda meira og heyrt og lesið aðla sem hafa sko verið auðvitað mjög fljótir að gera gott mót á þessum mörgum en missa allt tilbaka Já. og gott betur Einmitt. þannig að bara, fara varlega og líka bara, fyrir þá sem er alltaf þessi mini coin sem er alltaf bara gott að fyrir fólk bera ábyrgð á sínum peningum þá þá þarf bara að viðbúið því að það veit enginn hvað toppurinn er Mhm. en þegar þetta er líka bara til mælikvarði á hvernig hugur fólks virkar það tekur nokkra vikur fyrir markaðinn að soga inn fjármagn sem er tilbúið að fjárfesta í svona verkefnum og fáðu til þess að kaupa en síðan þegar allir eru búin að sjá eitthvað outperformance í einhverju coini eða einhverju ecosystemi þá er sennilega búið að metta það coin af peningum skilur og meðan kemur ekki eitthvað annað inn en að bara eitthvað svona þetta er gott að hafa í huga á þetta því að það eru greiðlega tækifæri þarna en þau hafa komið og farið hraðar en við höfum síðan áður í þessu markaði sem er bara mjög gott að hafa í huga Guðlaugur Steinar Gíslason ég þakka þér kærlega fyrir mjög skemmtileg spjall og góða yfirferð var ég vel gaman að fá þig aftur og svona eftir í hvernig markaðurinn hérna þróast en takk kærlega fyrir og ég þakka ykkur kæru hlustundur og áhörundur fyrir samfélgina og við heyrumst aftur að vikuleiðinni. Verið sæl. Takk fyrir.